Húsasmiðjun á Blómavall. Já, komið sæl. Og svona tiltölulega aðgerða lítið veður hjá okkur í dag og ekki mikla úrkoma að finna á landinu. Það var bjart veður víða austanlands, skýjað í öðrum landshlutum, en þetta er nú svona aðeins að breytast og snúast við hjá okkur. Það verður meira eindregið norðaustlæga átt þegar komum frá morgundanum og sjáum það á hreyfimyndinni hér og við búum að svo norðaustastæði átt muni nú vera ríkjandi hér næstu daga og það sem meira er að það er að kólna hjá okkur og með úrkomu þá sérstaklega á norðausturhorni landsins og við búum að það geti gert snjókomu eða slittu allavega til fjalla ef ekki til sjávar á föstudag. Og við sjáum hér það er ákveðin hitastig yfir landinu, kalt loft hér norður af og hlýrra loft og mjög hlýrra loft hér suður af landi sem ætlar nú ekki að ná inn á land svo heiti geti og við verðum því svona milli þessara loftmassa og það mun stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Við sjáum hér á klukkan 19 og það var nú bjart á Austurlandi og þar var einnig vel lítið í dag að hiti fór hæst í tæp 18 stig á Egilsstöðum. Vorum að vinna meira með 5-10 stigin hér fyrir vestan en þetta er nú heldur betur að snúast við og við sjáum það þegar við keyrum hreyfimyndina í gang að vindátt verður smá saman norðaustlæg. Það dregur þá fyrir á austanverðu landinu úrkomubæti sem kemur hér inn þegar líður á morgundaginn og birta síðan hér fyrsta viðvörunin hádegisbil og þetta er þá vegna snjókomu eða slittu þá sérstaklega til fjalla því að snjólínan verður nú væntanlega í bara nokkur 100 metra hæð og þetta getur haft áhrif á sérstaklega á fjallvegi og heiðar. Það getur gert snjókomu þar, væntanlega verður þetta þó svona við sjávarmál og láglendi rigning þar sem að úrkomu verður að finna landið austanvert. En við sjáum að það er nú ekkert svo ýkja bjart hér þegar vestan dregur og jafnvel getur gert slitrótt og úrkomu þar öðru hvoru. En síðan í framhaldinu frá með þá morgundaginn og fram til föstudags þá fjölgar þessum viðvörunum á austurhelmingi landsins. Og það sem meira er að snjólínan ef eitthvað er allar að síga neður að sjávarmáli þegar líður á föstudaginn gæti því hvítnað í rót þá í byggð á föstudaginn og við sjáum að hér klukkan 14 á föstudaginn þá er enn viðvörun vegna snjókomu þá á miðhálendinu, þá austanverðu miðhálendinu, Austurlandi og Austfjörðum. Og úrkoma finna er víða frá norðausturhorninu og hér allt á syðsta odda landsins. En sem betur fer þá munum nú smám saman draga úr þessu þegar líður á föstudaginn og á föstudagskvöld er nú svona bæði viðvaranir dottnar út og orðið úrkomu lítið á landinu en við verðum þó áfram í norðausturlægri átt og það verður ekki líka hlýtt hjá okkur, sérstaklega á norður- og austurlandi. Daghiti getur þó verið þokkalegur hér sunnan og vestan til á landinu en við sjáum að það eru þó enn að finna svona úrkomubletti hér á norðausturhorninu og getur alveg gert slittu eða snjókomu þá til fjalla áfram sem og þá á sunnudeginum eins og við sjáum hér. Þetta er ekki mikil úrkoma en væntanlega þó lofti þak allt að þetta getur enn verið slittu eða snjókoma á heiðum og fjallvegum. En við sjáum þegar við færum okkur út í heim og til Evrópu og þar er verið að vinna með allt þar hitatölur í höfuðborgum Skandinavíu svona 15-20 stig og þegar við skríðum hér til suðurs í álfunni þá sjáum við hitatölur færast ört upp á við og eru nokkuð víða í kringu 30 stigin ef ekki vel yfir til að mynda sjáum við að það svona flesta borgir á þessu korti á Íberíuskaganum eru með hita yfir 30 stigum. Hvað varðar Kanaríeyjar, hefðbundið veður, sólríkt svona að mestu leyti og hitatölur í kringum 25 stigin, nokkuð svona meðaltalsdagur þar væntanlega. En í Norður-Ameríku þá sjáum við það er einnig orðið vel heitt og mikið úrkomubelti hér í suðurríkjónum. Þetta eru þrumuklakkar og sem geta gefið af sér einnig hverfilbili. En við sjáum að hiti komin yfir 30 stig víða í Kanada og það sem kannski meira er athyglisvert í þessu kort er að það má búast við skúraleðingum í Kaliforníu.
En allt þar heitatölur sem við erum að vinna með endur hér á þessu korti. Verið sæl.